Jón Gnarr, velkomin í 24/7. Já, takk fyrir það. Til svona, ég spyr semst alltaf sömu spurningana. Ok, og já. Til þess að spara einsinn inn í líf fólks og þeirra lærdóm í lífinu. Já. Svo við getum lært af og Já. eitthvað svo leiðis. Já, til það sniðut. Nei. Jú, þú ert rosalega heppinn að fá mig, sko. Ég held að þetta sé örugglega síðasta svona podcast viðtalið sem að ég veit held ég. Sko, og svona viðtöl, ég reyni að koma mér ég er búin að fara í svo mörg viðtöl, sko, í gegnum tíðina og og yfirleitt hef ég verið að, eitthvað að plugga eitthvað eða kynna eitthvað sem ég er að gera eða eitthvað, en ég er ekkert með neitt hannig og já, þannig að já. Þú ert líka búin að vera á eftir mér mjög lengi, sko. Og ég er rosa næs gæi, sko. Ég er alltaf, þú veist, skilur, þú veist, Sæljón ert útilega að koma og hitta nokkra krakka í Tatarataskóla, í 8. bekk í Tatarataskóla og eitthvað. Já, ég skal reyna, þú veist, eitthvað svona. Og þannig að ég er líka að reyna að draga úr því. Ég segja, ég er bara ekki tímið. Ég var heppinn að vera búin að herja þig svona langa tíma. Já. Nákvæmlega, það er bara eins og fólk segir, maður borgar sig að gefast ekkert upp, sko. Maður aldrei að gefast upp, sko. Nei. En er þetta ekki líka svolítið að líka síðan kemur einhver tími þar sem maður þarf að fara að segja mikið nei, eða ekki? Jú, sko, fyrir mig, þá er sá tími bara svolítið kominn, sko. Ég er búin að vera að taka svona ákveðnar, svona beygjur í lífinu, í mínum svona listrænu áherslum og er svona, gera alls konar sem að krefst ekkert þess að ég sé eitthvað endilega að kynna það eða eitthvað, sko. Ég bara að gera það, sko. Ég er alltaf öfundað fólk sem er að gera eitthvað sem það er ekki að kynna, eins og eitthvað smiðir sem þau ekki að vera með eitthvað kynningu á því sem þau ætla að gera, þau bara mæta og gera. Þau eru ekkert að mæta ykkur viðtöl, heyrðu, hvað segirðu? Þetta er Heljarann hús sem þú ert að fara, já, þetta er 200 fermetrar, já, það er ekkert annað. Og hvað ætlar að nota í þetta? Ég ætla bara að nota geggvarið úti og reyna svona, vinna svona með lerki, já, einmitt, bara eitthvað að kynna. Og einhvern veginn, fá like á þetta, gott já, það er bara halda áfram. Sá hús sem þú varst að smíði fyrir vestan, flott vinna, já, takk fyrir nú, takk. Já, það sem bara eitthvað spá gerir sem alltaf ekki endilega að vera alltaf að kynna fyrir fram og fyrir að... Já, einmitt, já. Ekki hella ykkur út í þið bara. Jú. Hver er þín saga? Saga er gott orð. Saga er reyndar, sko, þetta orð er okkar framlag íslenskunar til heimstungunar. Eitt af bara fáum orðum sem að hefur náð nokkuð alþjóðlegri notkun, sko. Sko, mín saga er sú að ég fæddist á Íslandi 1967, sem sagt á seinni hluta síðustu aldar og í Fossvoginum sem var þá sko mikið úthverfi, er það nú reyndar ennþá, já, og ólst þar upp og sem krakki, og það sem hafði mjög mótandi áhrif á mig sem krakka var að, sko, ég með ADHD og lesblindu og mígreni, þetta svolítið rennur allt saman í eitt, sko. Fólk kannski
sér þetta sem ólíka hluti, en fyrir mér þetta svona mismunandi birtingamyndir á því sama og það hafði gríðarlega mikil áhrif á mig og minn uppvöxt og síðan ég flosnaði upp úr skóla og fór svona ákveðna refilstegu sem unglingur, fór svona í svona dóp og vesen og drykkju og hékk á hlemmi og sniffaði lím og borðaði sjóveikjustöflur og reykti hass sem að var voða vinsælt þá, sko, það ekki vinsælt lengur og síðan bara svona tvítugt þá eignast ég mitt fyrsta barn og reyndar þegar ég bara 19 ára og þá ákvað ég bara að taka sem sagt þetta væri ekki það sem ég vildi gera við líf mitt. Ég ætla bara að reyna að gera eitthvað uppbyggilegt og fór bara að reyna hætti þessu bara og fór að reyna að gera eitthvað uppbyggilegt og hef verið svona að streða það síðan, sko. Ég ætlaði að verða leigubílstjóri og var að keyra leigubíl í Reykjavík í svona 2 ár og svo var ég líka, sko, að vinna sem sagt áfengis og fíkniefnaráðgjafi, byrjaði hjá SHA og fór síðan að vinna hjá Ríkisspítölunum og Vífilsstöðum og áfengismeðferðardeild á Teigi, Flókagötu og var þar í einhver 2 ár og líkaði það alveg gríðarlega vel en síðan, sko, kom grínið þar inn í og það svolítið hijackaði mér úr þessari vinnu. Grínið sem sagt var mjög spennandi, ég var að gera þætti með Sigurjóni Kjartansinni, Tvíhöfða á RÚV og svo vorum við með einhver útastætti líka sem var Tvíhöfði og þetta var farið að taka meira og meiri tíma, sko, og það kom bara að því að ég þurfti að gera þau fyrir mig. Ætlar að verða áfengisráðgjafi eða leigubílstjóri eða eitthvað, eða ætlar að fara í grín, ætlar að verða bara einhver latti eða hvað ætlar að gera, og ég bara, ég ætla bara, mér finnst þetta svo ógeðslega gaman, mér langar að fara í grínið og þetta var bara stór ákvörðun, sko, bara segja upp sko fastri vinnu til þess að fara að leita að drömmum sínum, sko, og síðan þetta búið að vera bara allt svona hark, sko, síðan að ég var svona 30, já, þetta er þá 20 ár, þetta er nú ekkit svona svakalegt, sko, það sem að ég hef verið mestmegnis í gríni, sko, og er grínisti eða var það minnst hósti, ég veit ekki já þannig að þetta var aldrei neitt, sko, þetta var ekkert svona sem að ég hafði ætlað mér í rauninni. Ég grínið kom bara, sko, einhvern veginn af sjálfu sér og fyrirhafna laust. Þetta var bara alveg rosalega gaman. Við vorum að skrifa þarna sketsa, hegðun, atferli og framkoma og svo að gaman að leika og já, svolítið svona maður sér svona enska, íslenska orðið við redemption, en upprisaði svolítið í þinni sögu, svona, hvað maður segja. Já, einmitt. Svona smá erfiðleikar og síðan kemur út og finnur þína svona nærða, finna þína agrein. Já,
það, grínið, var alveg gríðarlega stór hluti af mér á þess að ég áttaði mig á því. Og svolítið að vera grínisti getur svolítið verið bara svona eiginlega, eins og að vera gay, skilur, þetta er bara svona, þú kannski ert ekki meðvitaður eða meðvituð það fyrir ná einhverjum ákveðnum tímapunkti sem að því þetta er meira heldur en bara einhverju vinna, skilur, þetta er eitthvað sem að fer beint inn í sálina, inn í innfrimin á manni, og mér er oft fundist þetta vera örlög. Vegna sem ég var ekkert að hugsa að verða grínisti. Ég sá það ekkert í hyllingum þannig séð, mér varst bara gaman að gera grín, og gera einhverja sketsa og fá þarna tækifæri til að gera fóstbræður, það fannst mér bara, algjörlega magnað, en ég sá það ekki fyrir mér, skilur, sem eitthvað konsept sem ég myndi vera að vinna til langs tíma. Ég sá bara, og enda voru fóstbræður, þetta var bara eitt season í einu og við fengum að gera eitthvað ákveðið mikið að þáttum og þannig að Þannig þú verið áttað á því þannig að þú varst að taka hana hvort þú ætlar að vera leigubílstjóri eða SSA eða hvort þú ætlar að vera gríni. Var það þá sem þú áttaðir á því að þú hafir alltaf verið með húmórinn og það er eitthvað sem gefur og þá kannski að fara þangað eða? Já, ég fann bara með grínið að ég átti voða auðvelt með það. Já, bara svona innbyggt í þig bara hvernig þú ert. Já, og jafnvel þegar ég var ekkert að reyna það þá fannst fólki ég samt fyndin og bara eins og ég er og þannig að ég fór bara að vinna með það en mér fannst hitt ekkert síður skemmtilegt það var bara öðruvísi þannig að ég þurfti bara að velja, ég gat ekki gert hvoru tvekja, ég gat ekki haldið fastri vinnu og líka verið grínisti það bara gekk ekki og þetta voru allir sem að svona í fjölskyldunum svona, sem sögðu bara nei, þú segir ekki upp vinnunni, Jón nei, með börn hérna, ég held ég gæti fengið meiri laun, ég verið grínisti nei, þetta er bara, þetta er mikið óvissa og þetta er ekki tryggt í þessu og svo kannski gerir eitthvað þætti og hvað þá? Hvað ætlar að gera þá? Já, ég veit það ekki, nei, nákvæmlega og þetta hefur verið alveg ótrúlega hark þetta er hark það eru ekkert kannski margir halda að það séu einhver gríðarleg laun í þessu, það er mikill misskilningur það geta komið svona tímabil þar sem að maður fær einhvað gengur vel og maður fær einhverja peninga og svona fyrir það en til dæmis eins og þetta svona að gera sjónvarpsþætti og svona, þetta er alveg rosalega mikil vinna og ég er ekkert að segja endilega að þetta sé láglaunastarf en þetta er ekkert sambærilegt við það sem að fólk er að fá kannski fyrir svona í útlöndum það væri ekkert hægt að gera þetta hér ef þetta væri þannig og þannig að þetta er búið að vera ótrúlega hark og alltaf þegar verkefni líkur þá bara þá er ég byrjað að fá kvíða ok, hvað á ég að gera næst hvað á maður að gera og en sem betur fer þá hefur það nú yfirleitt
einhvern veginn reddast sko. Já, svona eldri kynslóðin, eða svona því eldri sem maður því meira svona mælum með örygginu og svona, og það náttúrulega kannski ókostar við óvissuna, eins og þú segir að það eitthvað óvænt, þú veist, þú mátt alltaf velta þig fyrir hvað þú ert að gera næst og þegar næst það búið, hvað ég að gera þá. Já. En það verðist allan að hafa skilað sér ágætlega eins og þú segir á þér. Já. Og já, algjörlega. Ég ekki að kvart yfir neinu, sko. Nei, ég alveg gríðarlega sáttur og hérna og svona cool gagnvart öllu sem ég hef gert. Það bara, já. En heldurðu, út af því að þarna hafður valið öryggi og óvissu þarna í þessu tímapunkti. Já. Ég held að það sé gjarnar að fólk velji öryggið. Já, það? Já. Ég veit ekkert fyrir mér í því, það tilfinningi mín. Já. Að fólk sé svona hræddara við óvissu faktorinn, sko. Einmitt, sko, það getur verið, sko. Ég á eitthvað svona ljúfsárt samband við óvissuna. Mér finnst óvissan, sko, eins og hún getur verið ömurleg og nagandi og niðurdrepandi, þá eitthvað svona, einhver svona eldur í henni. Það einhver svona passion í ástríðunni og í óvissunni. Einhver ástríða í óvissu. Og ég nota þetta oft, sko, einmitt, sko, þegar ég hef verið að fara á svið með stand-up eða eitthvað bara, veist, frammi fyrir einhverju fólki og svona, og veit ekkert bara hvað ég að fara að gera. Hvað ég að fara að segja auðvitað fólk og stundum veit ég ekkert þetta fólk vegna sé bara eitthvað bakvið stundum veist ekkert hver aldursdreifingin hvað, veist, er þetta fullt fólk eða er þetta edrú eða þú veist og svona koma inn í þessa óvissu veist, það alveg sviðskarakur en það líka eitthvað svona það líka eitthvað spennandi við það eða var það með svo ég ekkert svona spenntur fyrir þessu lengur sko. og reynir til minnst bara eins og ég mögulega geta forðast fullt fólk sko. ég bara meika ekki alveg fullt fólk. Þetta góða punktur já, því að ég held að sko það svolítið mótsögn í sjálfum sinni þegar maður að gera eitthvað krefendi eða fást við einhver áskonur í óvissu að það leið gerir það lífið rauninni innhaldsíkt sko. Einmitt. Sem svolítið mótsögn í sjálfum sér því að já, þetta sko þetta bara svona þú veist, eins og klettaklifur eða eitthvað þetta auðvitað lendir fólki einhver óþægilegu og svona en það samt gaman og sigrast á einhverju svona óvissu og finna að þú ræður við það og já og það sem þú gerðir bara þess virði eitthvað sem þú gerðir sem var krefjandi og vissir að var krefjandi en hefði það verið þess virði hefur þú gert eitthvað sem var auðvelt skilur einmitt, nákvæmlega þannig að ég var að halda áfram já. Hvað miskilur fólk við því? Hvað fólk til með að halda því sem ekki rétt? Sko, það það sem að sko það sem að mér uppfundist sko miskilningur fólk heldur stundum í sér skemmtikraftur og ég aldrei litið á mig sem skemmtikraft og sko og að ég sé svona já, ég veit ekki hvað ég svona finnst fólk ekkert skilja mig sko já, þú veist ég I'm on a mission from God sko, það bara þannig og fólk kannski áttar sig ekki alltaf á því og heldur bara að það sé eitthvað annað í gangi en
já, ég veit það ekki. Mission for God, hvað fylgst í því? Sko þetta bara eins og í myndinni Blues Brothers sögðu þetta we're on a mission from God og ég hef alltaf tengt það sem sagt ég handbendi aðri máttarvalda og það er eitthvað liða handan sem hefur sko metnað fyrir mína hönd í eitthvað sem að ég skil ekki og hef reynt að skilja og haldi ég skildi en skilja samt ekki og í öllu sem að ég geri og ég kannski ekki endilega meðvitaður það á meðan ég geri það en það er alltaf sko þrungið meiningu og tilgangi sem sagt það er svona æðri tilgangur og þetta hefur alltaf verið mér frekar bara obvious og þannig þegar við vorum að gera fóstbræður þá vissum við alveg við værum ekki að gera bara eitthvað sem væri flavor of the month sko. Þetta væri bara eitthvað sem að sko væri sem sagt á þeim level margt að þess að teljast sígilt og já og kannski það sem að fólk miskilur, það sem margir miskilja varandi grín áttar sig ekki á því að grín er listgrein margir sem sagt sko halda að grín sé eitthvað annað það falli ekki inn í það að vera að grín sé listgrein eins og tónlist eða leiklist eða leirlist eða eitthvað já, grín að sé eitthvað svona meira, einhver struktúr bakvið og einhver svona meira í bara grín einmitt, já og grín er sko alveg magnað listform getur verið það, svo er það bara með grín líka, þú veist, eins og aðra list að sko þú veist, það er ekkert allir sem er að leika einhverjir miklu listamenn sko og öll málverk sem eru máluð, þau eru ekkert öll list sko en og það er bara eins með grín sko grín er ákveðin tegund sko sviðslistar og þannig að já, fólk svona miskilur það oft og það er sem ég segja, þú veist, eins og með sko eins og það sem ég finnst sko fólk miskilji mig sko sem skemmtikraft skemmtikraftur finnst mér alltaf að vera einhver sem er í búningu upp á sviði og tala við fullt fólk sko og mér og ég sko gerir mjög sjaldan eitthvað svoleiðis sko það er eitthvað alveg sérstakt sko já sem ég segi mér leiðist fullt fólk yfirleitt það marga þólum að fyrir þeim já, ég er svo nervus sko, ég er svo órugug að hvert fullu fólki ég veit ekki hvað það er sko, mér finnst óþægilt að vera nálægt alltaf fundist það en mér finnst það góð pæling með að miskilju fólk heldur svo skemmtikraftur en það býr náttúrulega miklu meira þannig baki og fólk sé líka oft bara sko útkomuna í rauninni það áttar sig ekki á aldrei í vinnunni á bakvið eins og við talar áðan með að gera eina þætti eða mynd eða eitthvað svoleiðis maður sér bara það en maður svona það er svo mikil vinna hann á bakvið sko sem fólk sér ekkert sko já, nei, ég minna þetta er sko
sko, til dæmis eins og að gera svona sjónvarpsþáttaröð. Þetta ofboðslega mikil vinna og margt af þessu alveg ofboðslega leiðilegt, sko. Mæta í búningamátanir, smink og fara yfir senur, sitja fundi og síðan að læra texta, sko. Og eins og allmest þegar ég var að leika Georg Bjarnfreðarsson þá var svo mikill texti og þegar ég var búin að vera að leika hann líka bara svona karakter sem alltaf á fullu plasti og ég kannski verðum að taka kannski 10 klukkutíma á dag og þú veist, frá 9 á morgni til 9 á kvöldi og ég alveg gjörsamlega búinn, sko, búinn að öskrandi og þú veist, og það að taka þetta aftur og aftur, öskrandi og hlaupandi eitthvað og síðan, sko þetta er búið, hendi maður í sig einhverju samlók og síðan bara læra texta. Síðan bara þarf ég að læra textan fyrir næsta dag, sko. Og en síðan, þú veist, og ég svo sem sjálfur skilur áður en ég fór í þetta, þú veist, ég var að lesa einhver viðtöl við leikara sem voru að leika einhverju mynd og segjast það að vera alveg búnir á því og ég alveg bara, ég rætt. Og þú veist, komdu að vinna í Plastos, garðapríði, komdu að vinna í garðyrkju eitt sumar og sjá hvað endist í eitthvað svona. En svo bara upplýði þetta sjálfur. Þú veist, þetta er bara, og svo líka þetta að láta ekki utanákomandi hluti hafa áhrif á þig. Og það er bara oft, sko, drullu erfitt, sko. Af því að, sko, sem leikari þá þarf að varpa af þér alls konar utanaðkomandi hlutum og sem eru kannski bara virkilega þrúandi, skilur. Þú getur bara verið að rífast við makan þinn og síðan beint inn í senu og vera að leika og rosa kátur eða þú veist, veikindi þín eða annara eða eitthvað, skilur. Það bara og þetta getur bara verið drullu erfitt, sko. Þannig að já, það er mikil vinna. Já. Og já, það er kannski pressa að vera klár, eins og segir, veist, að það sé eitthvað auðvitaðkomandi sem að hafa áhrif og síðan ertu bara á settið og þá ertu bara að vera klár, skilur mig. Og nákvæmlega. Ég man eftir, ég var einu sinni lenti því að ég var bara, einu sinni var ég bara grátandi áður en ég var að halda fyrirlestur, sko. Já. Bara, og síðan þurfti ég bara, þú veist, bara nú bara hægt þú að bíða eins og bara fara og vera með einhver skilabóð, sko. Já, og vera inspirerandi og það er bara svolítið þannig og ég meina, sko, auðvitað gerum við þetta öll að einhverju leyti, skilur við, þú veist, við erum að díla við eitthvað ömurlegt og síðan þurfum við bara að fara og halda feysi og svona. Leiklistinn, hún fer með það lengra að sko, hún tekur það, hún fer með það bara töluvert lengra, sko, af því að sko, en síðan getur maður líka sko notað tilfinningalegt ástand sitt og hugsanir sem orku í það sem maður er að leika og það er líka ákveðin kúnst, sko, að fá einhvern veginn útrás í leiklistinni. Já. Það er já. Það er einhvern veginn, hvað sér þau? Nei, og svo er eitt við að leika á Íslandi, sko. Það er alltaf svo ógeðslega kalt hérna. Og sem sagt, sko 60% af svona góðu veðri er gluggaveður, sko. Það lúkar rosa næs, en er það ekki, sko. Og ég hef svo margoft, sko, verið rúmlíkandi veikur, sko, eftir að vera búin að leika einhverjar útisenur, þar sem ég er á einhverju svona
bara á léttir skyrtu og þú veist, og það kannski þryggjast þegar hiti og það þarf að gera þetta aftur og aftur og aftur, sko. Og ég man, sko, sérstaklega eftir þessu þegar vorum að taka næturvaktina, sko, og þetta var tekið í febrúar og þetta var bara einstakur, sko, þetta var 2008 eitthvað, þetta var bara frostavetur, sko. Það var 10-15 stiga frost og það var tekið á nóttunni, sko. 10-15 stiga frost bara viku eftir viku, sko. Og Georg Bjarnfreðarsson, sko, sem þetta var einhverjum svona vinnuskyrtu, ég bara með upprættar ermar og veist, ekkert að hára og búið að raka mér allt hárið, svo ætti ég bara að vera úti, skilur þú, þetta var bara, veist, þetta var martröð, sko. Og þá var þetta þannig, veist, senur teknar og svo ég náttúrulega öskrandi og gólandi þarna og hoppandi eitthvað og svo sagt, ok, cut, og þá gæti ég hlaupið bara beint inn og satt bara við hitablásara bara til að fá einhvers örlítinn hita þá til að var aftur byrjað að taka, sko. Já, og þú ert að vinna, skilurðu, í svona, sem leikar í svona útitökum og horfir á fólki sem alltaf að vinna með á kamerum og tækjum og svona, allir í kraftgöllum og með húfur og vellinga og svona, þú sjálfur bara, jafnvel á stuð þegar maður ból. Við brettu upp, þú veist að muni einhverja langa línur og alveg brjálaður hana. Já. Þannig að já, þannig að svona, ég reyni sjálfur, sko, að koma mér undan ef ég að skrifa og ég hættur að skrifa sjálfan mig inn í útisinnur. Allt gerist inni. Það vel gerist að vera stjórn á því. Já. Hvað á náttborðinu hér? Á náttborðinu? Já. Það er lampi og já, það er bara lampi, sko. Já. Jú, ég er með svona hleðslustöð. Hún er það er mikið hlaði síman minn og úri mitt. Og já. Svefnherbergi er bara til að sofa. Hvað segirðu? Svefnherbergi er bara nóg til að sofa. Já. For the most part, sko. Já, einmitt. Hvað er að finnast það sem ég hef lent í nýlega? Finnast það sem ég hef lent í nýlega? Sem sagt, ég sjálfur, já. Finnast, það var eitthvað svakalega fyndið, sko, sem að var líka svo óbóðslega pínlegt og asnavegt. Manna það ekki. Manna það kannski á eftir. Ég er bara alltaf að, sko, ég er sem sagt, sko, ég er að missa heyrn og heyrninni minni sem sagt fer stöðugt aftur og ég nota heyrnartæki og ég sem sagt teku þau stundum úr mér til þess á kvöldin og þá eru sem sagt samskipti við mig eru eiginlega ekki eru ómöguleg, sko. En þess að þá bara heyri ég ekkert og já. Ég hitti, sko, mjög
sko já ég á alltaf svona eitthvað svona moment sko sem með sjálfum mér, það sem að mér finnst alveg eitthvað alveg ógeðslega fyndið sko ofta eitthvað sem ég að hugsa og ég gætlum svo að hugsa sem sagt grínið sem við vorum með sko við Sigurjón sem sagt að vera með mjúkan pung og og ég voru að hugsa eitthvað so you think you can dance eitthvað, so you think you have soft balls svo þú heldur og sett með mjúkan pung og eitthvað svona og hafa eitthvað svona keppni og hafa eitthvað svona dómara einn húðlækni einn dýralækni og síðan eitthvað svona hárgrillumann og svo skrá menn í þessa keppni og þetta er svona eitthvað keppni þar sem að kom einhverju menn á svið og já, hvað segir og ákveður heldur þau sitja svona öll svona ákveður heldur að þú sett með mjúkan pung og eitthvað, já, bara segja allir við mig og eitthvað svona og alltaf verið svona og síðan skoða þau hann og eitthvað og bara kemur eitthvað, wow, bara eitthvað svona tekið eitthvað svona svipir og sá sem sagt sigrar keppnina verður mjúki pungur 2021 og eitthvað svona kemur í veislur og eitthvað ég alltaf með eitthvað svona þetta bara eitthvað svona bull sem að streymir í gegnum, ég veit hvað ég á að gera við þetta þetta bara dagstaglega eitthvað svona og ég bara hlæja þessu sjálfur og kona mín spur mig hvað er svona fyndið núna bara eitthvað, ég var bara eitthvað bull þú veist, ég er ekki að segja henni endilega frá þessu öllu sko og hann er að gera eitthvað svona keppni já, þú veist, ef ég væri með eitthvað sjónvarpsþætti þá væri þetta alveg frábær skets í það svona einhver domnefnd næsti keppandi og einhverju tveir svona taka á mótunum og hann svona, já og hvenær uppgötaðar og þú væri með mjúkan pung þetta er bara allt verið sagt um mig og já mjúkasti pungurinn 2021 veifar þetta er svona eins og finnasti maður Íslands eða eitthvað mjúkipungur og þetta er eitthvað svona sko þetta er eitthvað svona sem að mér finnst bara opaslega fyndið sko og þetta er nú yfirleitt það sem ég er eitthvað svona hlæjað með sjálfu mér sko það er oft svona eitthvað sem poppar upp í haustum og þú hugsaði í gegn og já, ég reyndar, það var ógeðslega fyndið og lendi í þessu ég þurfti að ringi í heilsugæslunum daginn og það var símsvari og sagði í augnablikinu mikið álag en símtalið þínu verið svarað eins fljótt og auðvitað er þú er komin í samband við heilsugæsluna og höfuðborgarsvæðinu í augnablikinu mikið álag símtalið þínu verið svarað eins fljótt og auðvitað er athugið að ekki hægt að panta tíma í bólusetningu fyrir COVID og heldur ekki hægt að biðja að vera settur fram fyrir í slíka röð. Þú ert komin í samband við heilsugæsluna og höfuðborgarsvæðinu, bla bla, stýndalunur og síðan þetta að duða ekki þetta panta tíma í bólusetningu og ekki hægt að biðja að vera settur fram fyrir í slíka röð og eitthvað svona. Og þetta var alveg, ég var alveg í 15-20 mínútur og hold, sko. Svo svaraði eitthvað konar, heilsugæslan já, góðan daginn, ég ætlaði að panta þetta tíma í bólusetningu ég gat ekki að það hún það er ekki hægt að panta tíma nú, ok, en er þetta að biðja að vera settur framfyrir ég var eitthvað svona nei, það er ekki hvorki hægt að fór að æsa sig og ísa, nei, ég er bara að grínast ég ætlaði bara að duða þetta svo eitthvað annað já, þetta var eiginlega of gott til þess að já
Vá. Þannig að mér leiðist nú aldrei, sko. Nei. Alltaf eitthvað. Það alltaf eitthvað, sko. Já. Hvað hélst að einu sinni væri satt sem múst öðru máli í dag? Eitthvað sem þú þurft að læra? Einu sinni, og þetta held ég sé fundamental hlutur. Einu sinni hélt ég að Guð væri til, væri raunverulegur. Það misskilningur. Og og allavega svona þessi almenni skilningur hinna abrahamísku trúarbragða. Það sé ykkur eitt sannur Guð sem stjórnar. Já, ég lagði mikið traust sem barn á Guð og ég hugsaði með mér ok, nú ef ég geri allar þessar reglur rétt og svona, þá virkar þetta og það bara gerði það ekki, og já, eins og ég sagði þarna ég var einu svona nörd, þú veist að ég var alltaf að biðja Guð að gefa mér hjól, þeim langaði svo í hjól, svona blátt strákahjól og ég einhvern veginn trúði því að Guð mundi bara uppfylla þessa ósk og það yrði bara komið hjól. Ég var ekki alveg að búast við, veist, að engill kæmi og myndi færa mér þetta, en minnst þetta að helviti hjólið bara kæmi, en það kom aldrei neitt hjól, þannig að ég fór og stal hjóli sem var bara nákvæmlega eins og mér langaði og svo gæti ég beðið Guð að fyrirgefa mér. Skilurðu mig? Það, já, mér finnst þetta svona grundvallar hlutur og ég mér finnst þetta mjög mikilvægt þegar sem sagt í tilfelli barna og sem sagt að þau fái bara að þroskast og eldast og geti síðan tekið afstöðu til þessara mála þegar að þau hafa þroska til. Já, svona sjálf bara staðan fyrir að segja. Já. Sem sagt þessar alhæfingar og ég keypti þetta sem krakki þessar alhæfingar eins og Guð svona, Guð kærleikur, Guð elskar þig, Jesús til og allt þetta sem sagt mér finnst alveg mega sem sagt halda því til haga, þetta er trú, þetta er eitthvað sem fólk vill trúa og segja, þú veist og mér finnst þetta bara svipað eins og segja, þú veist, mér finnst eðlilegt, mér finnst ekki eðlilegt að segja við einhvern að það sé hálfviti vegna þess að þetta er svolítið, þetta er þung orð og ég veit ekkert það en ég get sagt viðkomandi, þú veist, mér finnst þú alveg eins og hálfviti, skilur, það er allt öðruvísi, það er sjálfsábyrði og þetta er frá mér, ég er ekki að alhæfa að viðkomandi sé hálfviti en mér finnst, og ég get jafnvel sagt að mér finnst þú hagaðir eins og hálfviti og mér finnst við ættum að setja þessa hluti fram með svipuðum hætti, bara segja, þú veist ég trúi því að hlutir séu svona á hinsegin og það gerir svona á hinsegin fyrir mig og þá getur bara þá geta börnin tekið bara sjálfstæða ákvörðun byggða á því. Mér finnst það. Ég og þetta er fundamental hlutur í lífinu, finnst mér. Sem sagt trú okkar á Guð eða æðri mátt eða æðri máttarvöld eða sem sagt eðli alheimsins og þú veist, á sama tíma er ég
alveg, þú veist, ég alveg andlegur, sko. Spiritual. Svona spiritual. Já, ég þú veist, ég viðurkenni það alveg og hef upplifað það sjálfur að það eru alls konar öfl að verki í alheiminum sem að við skiljum ekki og munum kannski aldrei skilja og ég viðurkenni það bara, ég skil þetta ekki og ég ekkert að þykjast vera með einhver útskýringu og segja, þetta bara, sko, ég segi hvað þetta sko, ég kaupi þetta ekkert, sko, og en þetta var, þú veist, þetta var ríkt í mér sem krakki að vera í, sko, náðinni hjá Guði og kannski líka vegna þess að ég var ekkert mikið í náðinni hjá mörgum, sko. Ég var ekkert alveg í náðinni í fjölskyldunni minni, ég var ekkert alveg í náðinni í skólanum, ég var ekki alveg í náðinni í félagslífi en mér langaði að minnstakosti þá að vera, þá fannst mér ég einhvern veginn rétt á því að vera í náðinni hjá Guði. Guð myndi sjá þetta allt saman og ég var mikið, þú veist, það er bréf til sem að ég skrifaði ömmu minni úr sveitinni og sem endar á þessum orðum, þú veist, ég hef verið 10-11 ára, Guð blessi þig nú ama mín, og þetta var alltaf mikið svona krútlegt, sko. Ég og amma var mjög trúið og amma ól mig mikið upp, hún bjó á heimilinu og var ekki útivinnandi, hún var blind og hún var rosa trúið, hún var svona hún var bara svona old school trúið kona. Ég var að ná mér í tóbak. Já, náður í. Já. Fikk ég rétt fyrir þetta? Hvað segir þið? Fikk ég rétt? Svaraði ég rétt? Já. Já, þannig að það er svona það sem þú lærðir að það er ekki einn Guð sem stjórnar öllu heldur en samt ertu andlegur líka í rauninni í þeim skilningi og þú lærðir að það sé ekki einn Guð sem stjórnar einhverju og er að fylgja ákveðnum reglum þar og hlutinni séu bara svona. Einmitt, ég kaupi það ekki og það var og þetta var bara svona grundvallar hreyfing, breyting í mér, sjálfu mér, gagnvart lífinu, örlögunum og öllu, já. Já, ég held einmitt, sko, við erum svona að verða trúlausari í rauninni. Já. En ég held þessi mikilvægt að, þú veist, að fólk hafi eitthvað til að trúa eins og bara tilgangið sinn eða, þú veist, einhverja svona sálfræðilega krafta sem drífa sig áfram, sko. Nákvæmlega, og ég sko, gagnvart trú, sko, ég á marga vini sem að, og fólk í fjölskyldunum minni sem að einhverjar ákveðinar trúar og ég tel mig bera alveg fulla virðingu fyrir því og mér finnst, sko, svona helgisiðir og svona trúaritual oft mjög heillandi og mér finnst gaman að læra trúarbrögð eins og bara svona ólíkar hugmyndafræðir og sko já, en sem sagt bara að fólk hafi sína skoðun eða sína samfæringu bara svolítið fyrir sig. Fyrir mér þú veist, eins og einhver sagði, þú veist, trúarbrögð eru svolítið eins og tippi, skilur, það er allt í lagi að vera með
tippi og allt í lagi að vera ánægður með það og stoltur af því og svona, en það alveg óþarfi að vera að tróða því upp á annað fólk og sérstaklega ekki börn og nema það sé, þú veist, opið fyrir því, skilur og kinki kolli og svona, já, bara en og mér finnst þetta bara svona gilda þetta, já. Já, algjörlega. Hver helsti vendipunktur sem eru upplegað í lífum til þessa? Vendipunkturinn minn í lífinu þegar ég fann og hitti sálufélaga minn kona mína og Jóku þá það var bara vendipunktur í mínu lífi og bara það sem sagt hefur haft svona mestu afgerandi áhrif á líf mitt hún og okkar samband það er bara það var svona mikill vendipunktur í mínu lífi og já svo var eitt mjög skrítið sko þegar ég var svona 19 ára, 20 eða eitthvað sko þá var ég búinn að vera svolítið sko af því að ég með ADHD og ég ofvirkur ég það bara sem sagt ég get verið ótrúlega duglegur sko. Ég get unnið að verkefnum sko bara á þess að hvíla mig jafnvel sko dögum saman sko og einu sinni það var eitt sumar sko og var svo gaman sko, var svo mikið að gerast og margt í gangi og ég hafði bara engan tíma til að sofa sko, þannig ég svaf eiginlega ekki neitt bara allt sumarið sko og þetta endaði með því að ég fékk flogakast sem sagt bara um miðjan dag var að horfa á sjónvarpið sunnudegi og það er að segja sem ég man og ég fekk bara mikið flogakast og skall í gólfið og fróðufeldi og misti meðvitund og allt og fluttur í sjúkrabíl og rankaði svo við mér sko og mundi ekkert eftir þessu og ég mundi bara síðast en ég var að horfa á einhvern þátt, ég var í vinnunni sko, ég var að vinna á geðdeild og það var kveikt á sjónvarpinu og í setustofun og ég satt þar og var nýbúin að fá mig kaffi og það er síðast sem ég man og þegar ég vaknaði eftir þetta þá var eitthvað svo skrítið, það var eins og sko sem sagt það var svo mikið af einhverju uppsöfnuðu dóti í sálinn á mér og haustnum á mér og svona sem var farið og ég hef sko ég rifja þetta alltaf upp sko þegar ég að sko að endurræsa tölvur eða síma eða eitthvað minnst þetta svo svipað sem sagt að sko oft þegar ég með eitthvað bugg í einhverju tæki að þá get ég bara resettað, endurræsta eða bara setta upp úr nýtt eða eitthvað svona og oft þá bara hverfur þetta alltaf sjálfu sér og mér finnst einhvern veginn svolítið sama gerðist þarna fyrir mig sko þannig að og þetta var mjög persónlegt sko, þetta var mjög bara, þetta var eitthvað sem ég gæti ekki útskýrt
fyrir neinum og svo sem ekki samband okkar hjóna heldur það ekkert, ekki bara frábært að finnast konan sín frábær og skilur bara og já þannig að náður að það verður svona bara restarta hann og fengi bara svona nýtt svona, hvernig getur maður orðað það svona já eins og sér bara búin að getur maður sagt endurfæðast eða endurvakna já, þetta var ákveðin endurfæðing og ég bara fór þá eftir það með eitthvað svona ný markmið og ég hafa svo margt sem að ég hafði verið með að gera eða hafði verið upptekin af sem ég var ekki lengur og mér varst bara gott að losna við það og fá nýtt í staðinn. Fattar þá hverju áttur að forgangsraða og okkur svoleiðis? Já. Já, það var bara það var í rauninni að vera ekki bara þú veist upptekin af öllu sem var einhvern veginn dinglandi fyrir frá mig heldur reyna aðeins að horfa lengra og eitthvað sjá eitthvað annað heldur en bara það eitthvað stærra og merkilegra meiri langtíma hugsun og já. Meiri tilgangur kannski meiri tilgangur og svona öðruvísi tilgangur þannig að ég held ekki öll staldra við í lífunu og átta okkur á því að ekki vera að keyra áfram og spyrja bara maður að gera sem maður vill gera já. Það er oft svolítið þannig að fólk verður svo hugfangið af einhverju sem það er að gera að tínir að missi sjónar á svo mörgu öðru og svo er það bara ekki fyrir en fólk bara skellur á vegg eða eitthvað að þú veist að það áttar sig á því að það er bara búið að vera að eyða rosa miklum tíma og orku í eitthvað sem kannski skiptir ekkert neitt stóru máli og þarf einhvern veginn að lenda einhverju vegg til þess að átta sig á því já, það er því miður oft þannig fólk veður oft áfram í einhverju fullvissu að það sé að gera eitthvað sem að sé algjörlega stórkostlegt og það skiptir þá engu máli hvað aðrir segja, þeir bara skilja það ekki og síðan einhvern veginn þarf fólk, þetta er bara svona eins og með fíkn það er talað í fíknum að fólk geti ekki hægt fyrir en það finnur botnin sinn og það er svolítið þetta að einhvern veginn vera komin á botnin eða bara skella á vegg og stundum er það bara þannig að áföll og slys til dæmis geta haft mjög afgerandi áhrif á það hvernig við bara sjáum lífið og margt fólk lendir í einhverjum slysum og áföllum og kemur bara breytt út úr því það bara það er eitthvað farið eða það er eitthvað annað komið í staðinn já, það er svona öðru sér sjónarmið á lífið já. Og það er eitt sem kallast þetta áfaldastilltur þroski já, það verður rauninni fær skýrara sín á lífið það verður þakklátur fyrir samböndu sín já, einmitt og kemur auga einhverja styrkleika sem maður vissi ekki að hafa því já, nákvæmlega það er nefnilega einmitt það er nefnilega og líka bara svona verðmæta matið hvað er það sem skiptir máli og það verður oft svona augljósara í svona aðstæðum Þetta óskaði sem maður gæti hvað skiptir máli fjölskylda, vinir næra þessi tengsl síðan er maður alltaf áfram í einhverju sem maður er að gera sjálfur eða bara vinnunni eða svona framins þannig að þú spyrðið alla bara hvað er mikilvægast í lífinu og segja allir örgulega bara fjölskylda, börnin mín, vinir en síðan kannski myndu skoða lífið þannig að það kannski ekki alveg endurspegla það Nei, nákvæmlega. Það er nú oft bara þú veist, einhvað vinna og áhuga mál og eitthvað svo leið
maður ekki að getum maður gæti bankað í sjálfa sig og bara aðra fyrir einhvern veginn, maður fólk þurfti ekki að lenda á vegnum því að kannski lendur bara á vegnum úr 70 ára Einmitt, en ég meina það er ákveðin hátt til dæmis það sem er kallað intervention. Já. Þú veist, þegar fólk er í einhverju rugli og aðrir taka sig saman og konfronta viðkomandi og reyna að sem sagt í rauninni hann viðkomandi skelli mjúklega á einhvern vegg Það er mjög góða punktur. Já, það er svolítið svona tilraun til þess, en stundum er það bara þannig að fólk tekur einhver tali fyrir en það, og ég var svolítið þannig ég var bara svo lífsglaður fannst mér Já. og hérna já. Ég held að það sé líka einkenni bara góðra vináttu það er að refsa mann alveg að maður verið í ranga átt ég get bara sagt, mér finnst þetta ekki vera rétt að leiðin fyrir þig, að þú ert að gera eitthvað hluti sem Einmitt. Þú ert ekki með fókusinu á rétt stað. Já. Ég held að það sé auðvelt að vera með einhverjum erfiðum tímum, en ég held að sé líka gott að geta tekið þetta að samgleðast þegar það fer vel, en líka að geta tekið bara, heyrðu, þú ert að fara í ranga átt og það er mitt mat og mín skoðun. Einmitt. Það er kjarni einmitt kærleika sem er vinátta að því að með kærleikan til dæmis eða ástina mér finnst mikil miskilningsgæta að því að kærleikur að ást er ekki hugarástand eða hugsun eða tilfinning heldur er það það er verk, það er einhver gjörningur. Skiptir hún einhver máli hvað þér finnst væntum eitthvað en þú gerir aldrei neitt fyrir hann þá er það bara svolítið innantóm orð og þetta veldur fólki endurteknum óþægindum og vandræðum það skilur ekki að þú veist, það er búið að segja að þið finnist væntum einhvern en viðkomandi virðist ekki vera að ná því og það er yfirleitt vegna þess að fólk er ekki að gera nokkuð skapaðan hlut fyrir þennan aðila sem það segist finnast svo væntum og og það getur verið, þú veist, makiðinn eða fjölskylda eða börniðinn, þú veist, ég bara elska börnið mín og bara, ok, hvenar þú veist, talaður síðastu börniðinn, það er bara aldrei, skilur eða skilur, þetta er það er þú veist það er eitthvað verk, það er að gera eitthvað og einmitt þegar þú sem sagt setur einhverjum stólinn fyrir dyrnar sem að þér finnst væntum og gerir það vegna þess að þér finnst væntum viðkomandi þegar það væri miklu auðveldar að gera það ekki. Já, nákvæmlega. Skilur, bara bara frábært og gangið það vel og finnst þetta ekki bara flott hjá mér? Jú, þetta er bara æðislegt og bara gangið það rosa vel. Það er það er auðveldar leiðin og en erfiðar leiðin, þú veist, það er miklu erfiðar að segja nei heldur en já. Að vera sá sem segir nei. Já, það er óþægilega. Já. Og þetta verður fólk oft fyrst vart við í uppeldi gagvart börnum og það er svo þunn lína á milli kærleika og vorkunnsemi eða meðumkunar og það er annað og já. Mér finnst góða punktur að með, þú veist, þú getur sagt þykja væntum einhvern, en sem sýnur það ekki verknaði. Nákvæmlega. Þú verður að, mælingin á því hvort þið þykja væntum einhvern er að þú sýnir eitthvað í verknaði. Nákvæmlega. Ég get sagt að ég sé rosa hollur og flottur og bara drifinn og góður vinur og allt svona, en síðan er ég bara ekki að sinna eina þessu. Nákvæmlega. Ég meina það, og þá líka er þetta svona fítar svolítið þessa hugmynd, að kærleikur sé einhvers konar hugarástand eða tilfinning. Sem sagt, og ef þú sért með tilfinninguna, sem sagt, þú veist, mér finnst alveg rosalega vænt mömmu mína og
og hvar mamma þín? Hún ein í einhverju íbúð ykkur staðar og hvað langt sem hún talaði það er margir mánuðir og af hverju, ég er búin að vera mikið að vinna, skilur þetta svolítið svona að sko og það kærleikur erfiður, hann krefjandi og hann krefst einhverja hreyfingar, hann krefst einhverja verka þannig að sko og það að gefa eitthvað af sjálfum sér sem að maður gæti verið að nota fyrir sjálfum sig en nota það í annara þáu. Það svolítið bara svona essensin í kærleika, sko. Sýnaði verknaði. Já. Já. Já, þú veist það oft talað sko practice what you preach en í rauninni heldur sem meira sko preach what you practice sko. Nákvæmlega, já. Hún segir það sem þú gerir actually en ekki já. Ekki að þú veist, það er svo auðvitað að segja eitthvað sem ég gera það ekki. Já, nákvæmlega. Ég meina þú veist sko og síðan þetta sko þetta líka æfing að þú veist að gera eitthvað fyrir fólk að taka af þínum tíma og þinnu orku í annara þáu en síðan þarftu líka að finna sko jafnvægi í því vegna þess að sko þú getur ekki bara gefið allan tíman þinn og alla orkuna þína þá ertu orðinn meðvirkur, þá ertu sjálfur farin að skaðast en sko já. Já, ákveð jafnvægi með að hugsa sjálfa sig, hugsa aðra en líka hugsa sjálfa sig. Nákvæmlega, já. Þannig að þessi ákveði balans þar, já, ég algjörlega sammála því. Ég held að maður getur verið að gefa og síðan bara, sko, ef maður ekkert að rauninni að taka tíma með sjálfa sér eða gera eitthvað fyrir sjálfa sig, sko. Nei, nákvæmlega, og það eru mjög margir sem að hafa farið flatt á þessu. Fólk sem að mjög gefandi og gefur af sér og alltaf að hjálpa öðrum. En síðan þegar það sjálft þarf að hjálpa að halda þá eru fáir sem láta sjá sig og það mjög sorglegt. Já, og erfitt fyrir manneskinu sem alltaf verið kletturinn og síðan vantar á honum einhvern klett. Já. Þetta já. Hver uppáhalds tilvinnun þín? Tilraunin? Tilvitnunu þín. Tilvinnun. Já. Áttu hverja tilvinnun? Með máltæki. Já. Sko, það eru margar. Ég með svona prinsip sem svona tilvitnun sem ég man ekki einu sinni hvaðan kemur. Sem sagt ég fer í gegnum lífið og ég býst bara við góðu en á sama tíma ég undirbúinn undir því versta. Og mér finnst þetta alveg bara frábært. Þú veist, þegar ég hitti fólk þá bara býst ég alltaf við því besta hluti, þú veist, sem ég veit ekkert sko alveg svona þegar ég kem hingað, þú veist, ég vissi ekkert hvað, þú veist, ég þekki þig ekki og ég veit ekki hverjar eru aðstæðurnar í stúdíónu, fæ ég vatn, verður kaffi, eitthvað svona en ég hef bara þetta, ég bara hugsa að þetta verður frábært, þetta verður bara gaman og en nákvæmlega sama tíma ég alveg undirbúinn og oft gengi inn í aðstæður sem að mér finnst óásættanlegar og þá ég alveg undirbúinn undir það, þú veist, það kemur mér ekkert algjörlega óvart, sko. Og svona eitt sem að ég held að sé frá mér komið, sko, sem að ég hef oft sagt í tvíhöfða það kannski hægt, það kannski ekki hægt en það bara ein leið til að komast að því
og já, það svolítið ég sko. Já, og hver leiðin? Að gera það. Já, nákvæmlega. Kannski hægt, kannski ekki hægt. Já, það bara ein leið til að komast að því. Það reynda mjög gott. Já, við getum bara setið hérna og já, kannski það hægt, já, kannski það ekki hægt. Svona, en þú veist, gera það, prófa það bara. Já, þá sjáum við hvort það ekki, sko. Já. En já, mér finnst það góð, líka sérstaklega með fyrirpælingunum, sko. Ég með svipaða nálgun, sko. Já. Sjá það góða við lífið og við fólkið. Já. Og búast alltaf í besta af öðrum. Já, einmitt. En meðvitaður það að maður getur verið bitinn og maður getur lent í einhvernum krefðandi aðstæðum. Mér finnst það bara auðvelda með lífið. Mér finnst það bara svona, ef ég var að búast í því alltaf einhver væri að fá eitthvað bak við aðra annað en gott. Einmitt. Eða ég segi það slæma öllum, þá það bara, mér finnst það bara ekki á góð leið til þess að lifa lífinu, sko. Þó ég veit alveg að fólk gerir slæma hluti og svona, en þá bara trúi ég samt á það góða og það auðvelda mér einhvern veginn. Nákvæmlega, lífið, sko. Já, mér líka, ég sem sagt, og ég get ekki hugsað mér að lifa lífi þar sem að ég geng og er alltaf að búast við því versta, einhvern veginn. Já. Það, ég held ég sé ofbóðslega lýjandi staður að vera á. Já, líka bara að horfa á annað fólk og svona, sér bara það slæma við það, sko. Já. Og það sem maður gerir, sko, bara taka til því, sko. Já. Það bara hundlegilegt, sko. Já, þetta eins og bara lappa með, sko, arsenik í pela og vera alltaf að fá sér arsenik, þú svo bara endan drefst úr þessu, sko. Það bara þannig. Sko, maður get ekki farið, skilur, get ekki hitt fólk, get ekki farið út í búð, get ekki keyrt, get ekki unnið bara vegna þess að þú veit með svo neikvæða sín á allt, sko. Ég bara bitur og fjandsamlegur og bara já. Hvaða nýja trú, venja eða hegðun hefur bætt lífið þitt hvað mest undanfarin ár? Ég venja, sko sko minn hvað ég segja, sko gagnlegasta tæki sem ég á er iPhone og síðan að hann kom til þá hefur hann algjörlega gjörbreytt lífið mínu, sko. Hann hjálpar mér að muna, ég set allt sem ég er að gera í iPhone-un og hann sér að muna það fyrir mig og ef ég er að glemja lætur hann mig vita og ég skammast mín ekkert fyrir, ég er mjög stoltur af þessu og mér leiðist þegar að fólk er að tala niður farsíma, mér leiðist svoleiðis umræða allt og mikið af þessum farsíma, bara þegiðu bara, það er bara ekkert allt og mikið af farsíma, þetta er bara mjög góð tæki og hafa hjálpað mörgum bara sko iPhone-un minn fólk sem þarf að ná í mig og fólk sem ég þarf að ná í, hann hjálpar mig við það e-mailar ég get skrifa e-maila þarna og sem sagt sko myndir af hlutum bæði sem sagt nákomnu fólki og bara mikilvægar myndir geymir hann fyrir mig, hann ég get nálgast þær bara hvenær sem dettur í hug áður var það alltaf þannig að myndirnar voru í einhverjum kassa, einhver staðar eða í einhverjum albúmi og ég var ekki með þær þegar ég þurfti að þeim að halda en nú hef ég alla myndirnar bara þegar ég þarf að þeim að halda hann hefur til dæmis breytt því til dæmis núna sem ég er að gera eitthvað ef að ég ætlaði að þú veist svona mixer eins og þú ert með þarna ef ég langar að skoða svona mixer og eitthvað í staðin fyrir að sko vera með blað og penna og skrifa niður hvað hann heitir, tekið bara mynd á honum og sko og síðan eins og ég var að segja á þann heyrnin mín er að fara hratt niður og ekki hratt en hún fyrir versnandi ég er með heyrnatæki sem eru tengd við iPhone og ég er með app í símann þannig geti stjórnað heyrninu minn og heyrt betur og
ég get talað við fólk í símanum í gegnum heyrnartækin sem gera það verkum að ég heyri og þetta hefur bara gjörbreytt samskiptum mínum við fólk, en ég var svo oft að tala við fólk í símanum og ég heyrði ekki almennilega það sem það var að segja sko. Þetta er bara einhvern æðislegasta tækið í mér sko 2 hlutir hafa gerst í mínu lífi sem að mér finnst bara stórkostlegt að hafa fengið að vera hluti af. Það var sem sagt tilkoma internetsins sem að ég held og ég er alveg fullviss að jafnmikil bylting fyrir okkur manneskjur eins og bara þegar við lærðum að nota eld. Og þetta er bara að fara og þetta er meira bylting að það þetta er að fara að breyta heilanum okkar alveg svakalega og GSM símkerfið og sem sagt farsímar eru önnur svona bylting og þeir eru bara að halda áfram að verða betri og en það sem að ég hef nýverið uppgötvað sem að var alveg svona mind-blowing fyrir mig það var ég las bókina Why We Sleep Unlocking the Secrets of Sleep eftir einn helsta svona svefn sérfræðing í heimi og bara lesa svefn og hvað svefn er og hvernig hann funkar og svona það var alveg bara það var opinberun fyrir mér sko. Ég hafði ekkert áttað með þessu og með tilliti til bara allra mögulegra hluta sko. eins og ég mér dettur alltaf í hug sko, þegar ég heyri fólk sko, tala einhverja hluti eins og til dæmis bara svona ástandið í líkama sínum og svona þá hugsa ég alltaf bara, en hvað með svefn hvernig er það að sofa, hvenær fer að sofa, hvað sefur lengi og svo framvegis og við erum með, ég hef alltaf litið svefn hortnuga, af því ég hef svo mikið að gera og ég hef bara svona takmarkaðan tíma á jörðinni og ég hef svo mikið að gera, það er svo margt sem ég þarf að prófa og það er margt sem ég þarf að klára og skilja eftir mig og svona, ég hef stundum ekki haft tíma til þess að sofa og ég hef svona leiðst svefn, hvað er svefn að koma núna og og ég hef verið svona spenntur fyrir þessum leiðum sko, sem að margir hafa verið að tilenga sér að reyna að æfa sig í að lifa án svefns og margt bara frægt fólk hefur verið að stæra sig að þessu að það sofi ekki nema eitthvað 3 tíma á nóttu eða eitthvað en sko ég áttaði mig bara á þessu og svo hef ég lesið meira svefn og svona þarna erum við með sko í svefninum við erum með sko bara undra tæki sko og ég held að ástæða þess að við skiljum ekki svefnin er að við höfum ekki verið upplýst hann og við erum aftur þvert á móti sko svolítið með svo mín kynslóð alin upp í fordómum gagnvart svefni að fólk sem sofi mikið sé letingjar og nú er vor, lóan er komin og hún hefur sagt mér til syndana minna ég sofi og mikið og vinn ekki nóg og okkur er innrætt þetta sem sagt eins og þetta er bara mikill misskilningur, svefn er frábær og til dæmis bara ef fólk áttaði sig á því sko
hvað svefn skiptir gríðarlega miklu máli fyrir heilan okkar og þetta er grundvallar atriði varðandi heilan okkar að hann fái svefn, en svefnin er tími heilans til þess að vinna þessi sínum málum og meðan við látum hann í friði og og til dæmis hvað varðar börn og ekki síst unglinga. Unglingar, fólk sem á aldrinu þetta 13 til 20, það fer í gegnum tímabil þar sem það þarf að sofa og þetta er bara alheimurinn og móðir náttúra að verki og við eigum ekki að telja okkur einhvern veginn hafa skoðun á þessu og standa yfir unglingum leti og sofandi þetta er bara berðu bara virðingu fyrir alheiminum þetta er bara alheimurinn sem að vinna í gegnum barnið þitt og svefnin meira að segja byggir upp hann byggir upp greind. Já. Hann gerir það. Við erum fólk sem sefur vel, er gáfaðara heldur fólk sem sefur illa. Það er bara staðreynd. Það er búið margar rannsaka það. Og ég get staðfest það sjálfur. Ég er til dæmis ég er ég áhuga á skák og ég er með app sem sagt chess.com og ég sem sagt tefli skákþrautir. Ég finnst það bara gaman. Ég er bara með svona áskrift og ég fá skákþrautir og ég er með styrkleika svona 1300 til 1500. Þegar að ég hef sofið illa eða að fara í gegnum eitthvað svona tímabil þar sem að ég trassaði að sofa, þá dettur styrkleikin minn í svona 1200. Ef ég er vel sofinn og afslappaður, jafnvel ef ég er í fríi, þá hef ég komist upp í 1600. Sem sagt, og ég seti bara svart á hvítu, Já. Þannig að bara ef þú vilt að börnin verði gáfuð, leyfðu þeim að sofa og háttu þið í friði. Já, líka þau eru líka, þessir úlingar eru víst því ég las þessa bók líka og bara fyrsta sem ég áttaði það með á bara, ég er ekki fara að sofa minni en 8 tíma og ég er bara að fara að sofa 8 tíma. Já. Og því það var svo magnað hvað það gerir, það er bara rosaleg. Já. Bara allt með þetta með minni og hvað þú manst meira, þú ert vel sofin, maður finnst verið sofin og líka hvað þú ert betri að skrá nýjar upplýsingar í minnið líka. Nákvæmlega. Það er gott fyrir sköpunargáfu. Og úlingan er víst þegar þið eru hann að þessum aldri, þá eru þau bara eins og fyrir okkur að vakna eru 3-4 tímum þetta er eins og fyrir okkur ef þeir vakna klukkan 12, þannig að fyrir okkur að vakna klukkan 7. Nákvæmlega. Og þannig að ef við erum að þrýsta þeim til að vakna klukkan 7, þá eru þau kannski að vakna bara klukkan 4 eða eitthvað nóttina. Einmitt. Þannig að þú veist að það sé bara móðir náttúran eins og þú talaðir Já, en ég meina, þú veist og þarna þarf líka bara að finna jafnvægi en bara hvet fólk, sérstaklega foreldra til að bara og þeir er svo mikið ábyrgðar hluti að alveg barn og þú veist, bara að búa til mannesku og svona fylgjenni fyrstu árin inn í lífi, þetta er ekkert smá ábyrgðar hluti og þar skiptir svefn alveg svakalega miklu máli eins og bara koma staði eins og börn í móðukviði, þau sofa allan tíman þau eru sofandi allan tíman fyrsta skipti sem þau eru að vakna, það er þau eru fæðast og annars eru þau bara búin að vera sofandi og fólk eitthvað, já, ég held að hann eða hún sé vakandi núna, það er ekkert vakandi, það er alltaf sofandi það er bara alltaf fint. Mér finnst líka svo góðu punktur með fólk sem alltaf afkastur svo miklu og þarf ekki að sofa og svona, en ef þú sefur betur að það afkastur meira, að þú ert meira orkuvinnu, þú ert meira betri einbindingu, þú manst hlutum meira þannig að rauninni það stangast rauninni á við það og fólk sem segir ég ætla að sofa þegar ég degi eða hvað sem það er, fólk sem segir minna að það er fyrir Nákvæmlega, já og bara hefur það verra Já, hefur það verra og þú maður að skoða eins og bara rannsóknir á tíðni sjúkdóma og svefns, þetta er bara hræðilegt að þegar við erum illa sofin, það er að segja við erum að neita heilanum okkar þá hvíld sem að hann þarf
Já. Og þá getur hann ekki lengur sko séðum allt sem hann að gera og þá fer ónæmiskerfi okkar bara úr skorðum og við förum jafnvel að þróa með okkur einhverja ræðilega sjúkdóma sko. Sem að ég ekkert að segja það sé að leysa þá alla með því að bara sofa en þetta bara svona, ég meina heilin náttúrulega bara vöðvi og ef þið langar að verða sko kraftakall eða kraftakelling það þýðir ekki að æfa 12 tíma á dag sko. Nei, nákvæmlega það þarf að hvíla eitthvað líka já, og leifa, ég meina mesta gerist í vöðvónu þegar þeir hvíla já, nákvæmlega þannig að sko, allir sem að hlusta er sofa 8 tíma hér fram og skikka alvöru svefn á já, og bara fá sér úr sem að monitorar svefnin, fá sér app og bara, sem kemur kannski hitt sem er svo góður á liði, það er síminn nákvæmlega, ég meina ég fyrsta sem ég ger á morgnana það er að skoða svefnappið og sjá hvernig ég hef sofið já, nákvæmlega og ég reyna að ná sko að minnstakosti 2 tímum í djúpsvefn á nóttu, mér finnst það bara mér finnst það algjört lágmark ef ég næ því ekki þá er ég svektur sko. Þá er eitthvað sem að þá er ekki eins mikið að fara í minni og hefði ekki getað annars nei, nákvæmlega, það er bara þannig Ímyndaðu þér, það var ekki hægt að dæma þig og þú gæti sagt frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsæl af öðrum hver væri svo óvinsæla skoðun? Já ég er með svo mikið af óvinsælum skoðunum hver væri svo skoðun já sko við erum að við erum að eyðileggja lífríki jarðarinnar og við erum að gera það sem sagt við manneskjur vegna þess að við erum orðin alltaf mörg og okkur er bara að fara fjölgandi sko, mjög hratt og eina leiðin til þess að vinna svo þetta hefur ekkert með sko illan ásetning eða neitt svoleiðis að gera þetta hefur með orku að gera við manneskja þarf orku, hún þarf hitaeiningar og við erum komin á þann stað að við erum að ofgera, við erum að taka meira af hitaeiningum heldur en taka meiri orku heldur en er til og lausnin á þessu er að fækka mannkyninu þú veist en til lengri tíma draga úr barneignum dreifa smokkum ég held að sé bara Bill Gates og konan sem hann ekki hvað hún heitir Melinda Gates þau eru bara full í þessu bara kaupa fleiri tonn af smokkum og ferja gáma þetta stefnir í algjört óefni við erum að breyta loftslaginu í heiminum við erum að hafa áhrif á sýrustigið í sjónum og
mesta hitaaukningin, hún verður kringum miðbaug og þar býr líka flesta fólki. Þetta fólk meira og meira að fara að við erum alltaf reglulega, 6 mánuða fresti, fáum við fréttina að rannsóknir, og þetta ekki bara einhverja rannsóknir, þetta eru alþjóðlega viðurkenndar vísindarannsóknir sem sýna okkur að það bara hraða á bráðnun jökla og yfirborðs sjávar fer vaxandi og þetta að gera það verkum að margar af stærstu, fjölbýlustu borgum og landsvæðum í heimi eru bráðum að verða óbyggileg sem þýðir að milljónir fólks, og það þegar eru byrjað að leita norður og við að flytja sér búferlum og þetta bara hræðilegt og ég sökti mér onni í þetta og var að læra alls konar þetta og lesa bækur og hlusta á vísindafólk og segja frá þessu og svona. Og ég komst að því að fólk ekki alveg opið fyrir þessu. Því langar ekki að heyra mikið þetta nema upp að ákveðnu marki og vegna þess að það sér engin svona einhverja ákveðna lausn á þessu. Við getum alveg við erum að gera fullt af sniðugum hlutum og svona eins og rafmagnsbílar til dæmis með bara algjör snilld og nú verið að fara að knýja stór skip með metani. Það komin tækni til þess núna en ég sá bara fólk hefur almennt ekki mikið áhuga á þessu og þú getur sett eitthvað á Facebook, eitthvað súrnun sjávar, eitthvað rannsóknir og súrnun sjávar í kringum Ísland, það enginn að fara að lesa þetta sko. Það bara og ég komst að því andanum ég verð bara að sleppa takina á þessu. Ég ekki vísindamaður og þetta bara eitthvað svona sem að mér finnst augljóst en þetta er mjög óvinsæl skoðun sko. Og ég segi sko til dæmis eins og þegar að fólk að segja þú veist, við höfum 5 mánuði eða við höfum 6 mánuði eitthvað svona, minnst bara bull sko. Við erum löngu komin fram á þessari bjargbrún sem eru manngera loftslagsbreytingar og það sem að við getum alveg tala og okkur trúum það núna að þú veist, að við höfum ennþá okkur tíma en það ekki rétt og núna sem sagt bara sem sagt optionið okkar bara damage control. Það bara að reyna að lágmarka þann skaða sem að þetta að valda og mun halda áfram að valda. Og þetta já, fólk þetta svona, eins og þú segir, þetta svolítið fjarlægt fólki og fólk mennir ekki að ég meina, rinni bara ignorance is a bliss, sko, bara, þú þarft ekki að hugsa þetta og Ég hef svolítið valið það. Ég er hættur að lesa þetta og ég lesa ekki lengur bækur eftir nýjasta fræða fólk í loftslagsmálum og Mér finnst líka bara að skilaboð megi vera, sko, til fólk svo að sér nær sér að, þú veist, ekki bjarga plánundan, heldur bjargaði mannkyninu, sko. Já, einmitt. Með því að, þú veist, plánundan lifir alveg á nokkar, sko. Já, hún náttúrulega redda sér, sko. Já. En mannkynið mun bara þurrkast út, skilur mig. Nákvæmlega. Þannig að bjarga mannkyninu, það verður aðeins nær manni, því þetta svo fjarlægt manni einhvern veginn, sko. Já. Mér finnst, sko, til dæmis eins og til dæmis COVID heimsfaraldurinn, sko, mér finnst þetta, vera ein
birtingamynd af þessum vanda sem við stöndum frammi fyrir. Og hann hefur svolítið mikið með sko fólksfjölgunina að gera og sko einmitt eins og Bill og Melinda skilurðu, að bara kaupa smokka og senda þannig að fólk eignist bara færra börnum svo að það fari ekki orka og allt þetta já. En svo það líka, þú veist, smokkarnir fara til fátækustu hluta heimsins já. Og það líka svolítið svona siðferðislegt álitamál. Eigum við fyrsta heims vesturlandabúar að vera að skipta okkur af sem sagt engalífi og kynlífi fólks út í heimi. Það já. Sem virðist líka haldast í hendur af því að menntun skilur mig, því menntari sem ert, að því að menntun í þessum ríkjum að því færri börn eignast þau, sko. Einmitt. Það náttúrulega búið að vera bætast undanfarin ár, sko. Algjörlega, já. En sko, já, þetta er rosa stór, þetta svona bara að vera líðandi, sko. Þetta er bara svona, maður hefur litla stjórn, sko, eða bara enga stjórn. Við bara höfum enga stjórn og þetta er bara mér finnst alveg ljóst, sko, við erum löngu komin fram af brúninni, við höfum enga 5 mánuði, 8 mánuði eitthvað, það er bara sagt til þess að svona hugga okkur, til þess að halda okkur, þú veist, halda í vonina og eitthvað svona, en þú veist, þetta er svolítið eins og læknar segja eitthvað sé 50-50, það séu 50% líkur einhverju, það þýðir bara, fyrir mér, það þýðir bara þegar við ekki hugmyndu það, sko, vita ekkert hvað, það vantar bara rannsókn og það segir, já, þetta er svona 50-50, sko, og þannig að, sko... Hvað mun gerast, hvað er hvað er að fara að gerast og er bara kannski að minnka skaðan eða tímaspróf hvenær það gerist, þá er það þá bara að það sé að vera meiri hlýnun, jöklar frá bráðuna, eitthvað líf fer náttúrulega í, hvað er nákvæmlega að fara að gerast? Eins og mér sýnist, sko, að þá mun sem sagt miðbaugur það er að segja sko landsvæðin á miðbaugi stór hluti af Evrópu Asíu og Afríku Norður-Ameríku og Suður-Ameríku til minnst þar sem að Mexíkó er þetta munu verða óbyggileg svæði, þetta verða bara eyðimerkur og það verður örugglega þetta, þú veist, finna einhverja leiðir til að breyta sjó í vatn og dæla þarna og svona en þetta verður allt miklu þyngra og þetta mun ekki standa undir öllu þessu fólki þannig að þetta fólk mun í frekar meira mæli fara að flytja sig norðar á bóginn og það er þegar að gerast og við verðum að ef við skoðum til dæmis ég er búin að lesa svolítið ástandi í Sýrlandi og stríði í Sýrlandi og hvað átökin þar snúast, þá snúast þau rosalega mikið aðganga vatni og svo hafa gengið þarna yfir bara ótrúlegir þurrkar sem að hafa líka aukið á örvæntingu fólks og það er annað sem líka gerist sem fer af stað sérstaklega í bændasamfélögum þar sem verða loftslagsbreytingar að þar verður gjarnan og það er bara mælanleg, þá verður tilhneiging til að leita til aðri máttavalda, til að leita til Guðs og fólk fer jafnvel að vilja halda að Guð sé eitthvað óhress með það og það verði að svona taka trúna núna föstum tökum og svona, þannig að svona ofsatrú er
mjög gjarnan eitt af svona vaxandi ofsatrú merkjum, og ég meina, þú veist, það talið bara ég man ekki árum, þú veist, bara á næstu árum, þú veist, þetta 5 ára eitthvað, þú veist, þá verði þessi svokalluðu loftslags flótta fólk, þú veist, 200 milljónir og 300 milljónir og 4, þú veist, þetta bara ótrúlegt magna fólki og hérna og síðan sko, þetta minnst bara eins og hvernig segir maður svona desertification á íslensku, þú veist að vera landsvæðin sem vera skilgreind sem eyðimörk bara í Evrópu á hverju ári, þetta eru óhugnanlega landsvæði sko. Eins og svo Spáni, þetta bara já, þannig að þú veist, þetta mun birtast okkur kannski ljósast í flóttamannavanda. Ég held að við Íslendingar, við verðum ekkert rosalega vör við, ekki nema þessi jöklar að fara og ég held að þessi flestum sama það. Þó fólk veitir, ræðilegt, vatna og fara. Skilur, þetta bara ég held að einlæglega að engum Íslendingi sé eitthvað óbóðslega illa við það að jöklarnir sé að fara. Og það bara ekki einhvern veginn svona, þú veist, og það jafnvel talaði í pólitík að í þessum loftslagsbreytingum felist einhver tækifæri fyrir okkur, sko. Og það alveg, þú veist, það alveg rétt, skilur, það kannski eitthvað svona tækifæri, en hlutfallið við vandan, sko, það er svo einskisnýtt miðað við bara allan vandan, þú veist, við erum alveg við erum háð fiskimiðunum í kringum landið og sem sagt sýrustigið í sjónum að breytast, sjórin að súrna og það veitir henni engin neitt sko, en þetta að gerast og þú veist, og worst case scenario bara að lífríkið í kringum landið okkar bara drepist, fiskurinn bara hverfi og en þú veist, svo getur vel verið að það gerist ekki, skilur, þú veist að það komi bara einhverjar nýjar fiskitegundir og en samt er svona þessi svona leiðinlega sviðsmynd frekar svona það sem að vísindafólki finnst líklega að þetta sé svona frekar eitthvað glatað að fara að gerast sko. Þannig að já en síðan bara, þú veist við Ísland er svo lítill hluti af öllu þessu mengi og okkur finnst svo auðvelt að koma upplýsingum á framfæri vegna þess að við erum öll í kallfæri hvert við annað og en sko þú veist, svo þú ert að bara díla við veist, stór milljónarsamfélög sem eru dreifð með eitthvað gríðarlega stór landsvæði og takmarkaður möguleikar á því að koma upplýsingum til fólks, það bara allt annað sko. Já. Og já nákvæmlega. Þetta alveg að glataðast sem hægt að tala Já, þetta svolítið þungt. Ég held við færum okkur það bara ef einhver ennþá hlusta á ef þú gæti veifað törfarsprota og list eitt vandamál heiminum í dag, hvað væri það? Það væri loftslagsvandi. Já, það væri, við myndum bara klára þetta og þetta var ekki til. Já, ef að ég sem sagt sko gæti leyst loftslagsvandan, gæti leyst eitt vanda heimsins þá myndi ég sko galdra plánetu sem að væri einhvers staðar svona nálagt okkur og við gætum bara verið með sko ræktun þar og ræktað bara skóga og dýr til matar og
hún geti séð okkur fyrir næringu. Já, nei, ég veit ekki, kannski, ég meina, þú veist, en þá bara heldur okkar áfram að fjölga. Það já, Já, það ég heyri svona einhvers staðar að það væri ef við myndum píka 11 milljarða síðan myndi það fara niður, eða það er kannski bara eitthvað kannski bara spádómur eða? Já. Ég veit ekki, en þú myndir semst taka aðra plándu sem er búið að rækta eitthvað og við myndum flytja okkur yfir þangað það. Nei, við myndum bara að nota hana til að búa til mat, sko. Það er bara svona... Bara ræktunar plánda. Já, bara svona matarkista. Mér finnst það lágmark, sko. Mér finnst að fólk eigi að geta fengið nóg að éta, sko. Já. Mér finnst það algjört lágmark. Sko, fólk á að geta fengið að éta og þá að vera örugt. Já. Bara líkanlega og bara félagslega og bara vera með öryggi. Já, og hafa aðgang að vatni og mat. Já, hafa aðgang að fersku vatni, mat, vera örugt fyrir einhverjum vitfyringum með vélbyssur og það eigi líka hafa tækifæri til þess að leita sér lífsfyllingar og hamingju. Algjörlega að við séum með sömu tækifæri til þess að gera sem gefur okkur lífsfyllingu. Já. Síðasta spurning. Ef þú máttir einungis koma einu skilaboð og framfæra út lífið þitt til annarra einstaklinga. Hver væri svo skilaboð? Skilaboðum til Íslendinga. Kæru Íslendingar. Til annarra einstaklinga. Já, til Íslendinga. Já, skilaboð til Íslendinga. Skilaboð, já. Það myndi varða tungumáli okkar, íslenskuna. Tungumáli sem við erum búin að vera að tala hérna saman á og hefur bara gengið ágætlega. Þetta er frábært tungumál, algjörlega einstakt tungumál í heiminum og það er líka ógeðslega töff. Íslenska er notuð í bandarískum sjónvarpsþáttum sem töff. Það er mjög töff senur, til dæmis í Vikings, það sem eitthvað er sagt á íslensku. Útlendingar koma hingað og heillast af því að heyra þetta tungumál og íslenska er bara töff. Hún er bara töff tungumál og mér finnst gríðarlega mikilvægt að við tökum höndum saman við að hlúa að þessu tungumáli og ekki láta leiðindapúkana drepa þetta tungumál sem þeir eru að reyna. Bókstafstrúa fólk og leiðindapúkar sem langar svo til að drepa þetta tungumál og gera það ofsalega leiðinlegt þannig að enginn nenn að tala það. Allir séu svo hræddur að tala það því þeir eru svo hræddur að tala vitlaust. Af því að leiðindapúkarnir spretta þá upp og segja það eru ekki 2 elli. Georg Bjarnfreðarsson er mjög víða í þessum geira og hann er með allt á hreinu þarna og fattar ekkert hvað allum líður ömurlega í kringum hann þannig að mér langar svo mikið til þess að við getum bara sem fólk og ég er ekkert að segja að það sé endilega að gerast en þú veist, mér langar svo til þess að við getum frelsað tungumálið okkar úr ánauð og gefið því svona verðugan sess sem tungumálið okkar allra sem að við tölum og er töff og á sér langa og merkilega sögu og við getum leikið okkur með það og leyft okkur að gera mistök með það sem er mjög mikilvægt í öllu skapandi ferli, það er að leyfa sér að gera mistök og umfram allt tölum þetta tungumál og gerum bragabót á því hvernig við kennum nýjum Íslendingum
og þeim sem að útlendingum sem langar til þess að læra þetta tungumál. Tökum það svolítið fyrir vegna þess að því fleiri sem við fáum til að nota tungumál, þetta bara grundvallar hlutur bara í kapitalískri hugsun, því fleiri sem þú færð til að taka, til að tala þetta tungumál, því sterkara verður það. Og já, mér langar svo til að vera hluti af þessu, vegna þess að sko, þú veist, ég alinn upp í því að þetta tungumál sé einhver heilög kýr sem að megi ekkert gera neitt með og maður verði að tala þetta algjörlega fullkomið og en ég hef leikið með þetta tungumál og búið til grín úr því sem var ekki sjálfgefið en þess að hefur ekki verið mikið gert með íslenska tungu að búið til grín úr henni og ég hef leikið mér og búið til svona orðasambönd og hugtök sem að voru ekki sjálfgefin eins og bara áfram alls konar sem að mér finnst frábært og þetta ofsalega íslenskt og og svona, þú veist, ég hef kannski orðið sem sagt mest pirraður á þessu sko, þessu valdi leiðendapúkana sem að mér finnst svolítið svona eins og sá raunveruleiki sem að Jesú gengur inn í, það öllu stjórnað af sko faríseum sem að eru svo merkilegar, enginn þorir neitt að segja við þá og svo kemur Jesú inn í þetta og hann segir það ekki lögmálið sem skiptir höfumáli, heldur kærleikurinn. Ef það engin kærleikur þá skiptir þetta engu máli hvort sem og mér finnst sko, til dæmis bara eins og fyrir mig, þú veist, eins og þetta sem að margir þekkja sem barátta mín fyrir nafninu mínu. Hvern anskotan kemur það einhverju fólki við? Hvað ég heiti, kemur bara engum við. Og og þú veist og bara það sé eitthvað svona meðvitund í samfélaginu og við verðum að opna tungumálið okkar og gera það af þeim skemmtikrafti sem það Íslenska skemmtikraftur og hefur verið það alla tíð. Bara íslenska infotainment, það svo flott lokaorð. Íslenska infotainment, upplýsandi skemmtun og hún á að vera skemmtileg og það þýðir ekki að þó hlutir séu skemmtilegir að þá séu þau einhvern veginn lélegir. Það bara ekki rétt. Netflix. Tala íslensku og líka eins og mjög góða punktu með að margir hætti við að segja eitthvað vitlaust eða skrifa eitthvað vitlaust eða blablabla, skilja mig eins og tala 2 L á 1 L og eitthvað svona sko. Já. Mér finnst það þetta ekki bara flott lokaorð? Jú, bara, þú veist, ég þú veist, þegar ég sé til þess einhver skrifar eitthvað, ég sé stundum svo Facebook, einhver skrifar eitthvað og segir eitthvað frá hjartanu, eitthvað einlægt og bara, eða, þú veist, jafnvel einhverja skoðun og einhver kommentar fyrir neðan, það ekki uppsilon í eitthvað, þú veist, mér langar að tjekka hvar býr þessi manneskja, fylla glasa vatni, fara til hann og skvetta fram hann í hann og bara, þetta farið fyrir bara að gera ógagn og ef þú heldur áfram að gera ógagn þá ég með nóga vatni, sko. Ég kem bara alltaf og skvetti fram hann í þig og mér finnst þetta bara ofsalega leiðilegt, sko. Og mér finnst sorglegt, þetta með rannsóknir eru að sína og ég sé það sjálfur að nú til mig málnotkun, tungumálnotkun, nú til mig krakkar, íslenski krakkar eru orðin alveg svakalega góð mörg hver í ensku og nú það þannig að mörgir foreldrar fara til Bandaríkjanna til að læra og börn eru alin upp einhverjum hluta erlendis þar sem þau
reiða sig á ensku og eru bara tala reiðbrennandi ensku og kannanir sem eru gerðar á afstöðu þessara barna sem sagt sjálfstrausti að þá líður þeim betur að tala ensku menn þess að það engin leiðinlegur að skamma þau þó ég segi eitthvað vitlaust menn þess í ensku þá þetta jafnvel skiluru þá getur það jafnvel verið eitthvað cool ef þú stafsetur vitlaust eða eitthvað það getur verið bara það getur bara verið smá bara töff að segja eitthvað þú veist vitlaust en þau eru á aftur á móti hrætt við að tjá sig á íslensku menna þess að þau verða fyrir aðkasti og þau hugsa bara ok, ég nenni ekki að reyna að tala íslensku ef að fólk að reyna að gera veist, lítið úr mér og svona þú veist, mér finnst alltaf að leiðbenna fólki og segja þú veist, þetta sem þú sagðir ekki alveg rétt sko en þetta er mjög flott hjá þér já, nákvæmlega þú veist, og mér finnst það til dæmis eins og pólitíkusar eða pólitíks og mér finnst þetta sérstaklega áberandi gagnvart konum ef að konur í pólitík segja eitthvað sem ekki einhvern veginn málfræðilega rétt þá bara frjálst leyfi á að hæðast að þeim og grindarfarið þeirra og svona og mér leiðist þetta alveg ofboðslega mikið það náttúrulega bara fáránlegt þetta er bara fáránlegt, þetta skuli bara skiluru, þetta er bara, þú veist þetta er bara fólk að setja einhver eins og bara, þú veist fólk sem að koma í pólitík þú veist, þetta er bara alls konar fólk þetta er bara fólk eins og ég og þú og það er ekkert með eitthvað pólitíska menntun eitthvað og svo er það að reyna að tjá sig og það engu framvegna þess að það er hæðstaði og gert lítið úr því og bara út af málfari að því að segir eitthvað eitthvað vitlaust sem að er mjög gjarnan eitthvað nýtt eitthvað bara nýtt og skapandi og hvaða andskotans ótti er þetta við nýtt og skapandi þetta er ekki svona hræðilega þetta er ekki svona hræðilega hættulegt eins og margir vilja vera að láta sko. Það má alveg koma með nýtt og skapandi og skemmtilegt og líka haldi þetta gamla leiðilega sko. Það er allt í lagi sko. Þetta getur alveg lifað sem sagt hvort með öðru sko. Og fólk verður þá ekki svo segir ekki hrætt við að tala eða tjá sig í einhvers konar formi því að svo þarf að segja hlutina nákvæmlega rétt Já, þú veist, versta við drepum tungumál í þögn þegar enginn segir neitt þá deyja tungumál og þess vegna ættum við vera að vinna markvisst að því hinn og andstæða við höfum að fá sem flesta til að tala íslensku Algjörlega, ég held að séu góð lokaorð. Jón, takk kærlega fyrir að gefa tíma yndislegt spjall. Þakka þér kærlega fyrir. Og þetta eins og ég segi, þetta verður líklega síðasta podcasti sem að ég nema að ég sé eitthvað sjálfur að gera. Já, nákvæmlega. Það er heiður. Bara gangi vel. Takk fyrir það. Sömuleiðis, takk fyrir það.